Góða kvöldið, ágætu áhorfendur Sport TV og verið hjartalega velkomin hér í beina útsendingu frá Kópavogsvelli. Hér að hefjast leikur í A-deild annarflokks karla milli Breiðabliks og FH. Þetta athyglisverður leikur fyrir þær sakir að hér eru liðin sem að berjast Íslandsmeistaratitilinn í öðrum flokki. Þau eru með jafnmörg stig í fyrstu tveim sætunum. FH með 25 stig og Breiðablik með 25 stig. Það sem skilur af 1 mark. FH búinn að skora 26 og fá 14 á sig. Blikar búinn að skora 26 og fá 15 á sig. Og það ekki til fyrirstöðin að bara fara yfir liðin hérna. Hér efniviðurinn, hér framtíðin. Þetta hörkulið, þetta alvöru lið og horfiði vel á þessa snillinga sem eru að koma og munu sýna ykkur hvað þeir geta. En lið Breiðabliks þannig skipað þessu leika. Í markinu Aron Snær Friðriksson. Númer 5 Jón Tómas Rúnarsson. Númer 7 Óskar Jónsson. Númer 9 Thor Andri Skimiland. Númer 10 Gísli Martin Sigursson. Númer 14 Breki Barkarsson. Númer 18 Arnór Brynjarsson fyrirliði. Númer 22 Sölvi Pálsson. Númer 27 Arnór Gauti Ragnarsson. Númer 72 Ólafur Hrafn Kjartansson og númer 87 Andri Snær Kristmannsson. Þjálfarar Breiðabliks eru þeir Dín Martin, Stefán Gíslason og Páll Einarsson. Þetta ekkert smá nöfn á bekknum hjá Breiðablik, en lið gestana frá Hafnarfirði þannig skipað að númer 12 Óskar Sigþórsson í markinu, númer 13 Gísli Þorgeir Kristjánsson, númer 5 Baldur Búi Heimisson, númer 6 Garðar Benediktsson fyrirliði, númer 9 Arnar Helgi Magnússon, númer 11 Viktor Ingarsson, númer 21 Gretar Snær Gunnarsson, númer 34 Viktor Helgi Bendisson, númer 42 Gunnar Óli Björgvinsson, númer 48 Hörður Ingi Gunnarsson og númer 49 Örvar Eggertsson. Þjálfarar FH eru Unnar Stefán Sigursson og Ingvar Gísli Jónsson. Dómari hér í kvöld Kristinn Friðrik Hrafnsson, mikill vinur vallastjórans hér í Kópavogsvelli og átti að koma þessu til skila frá Magnúsi. Enda Magnús einn af okkar allra bestu vallarstjórum, enda völlurinn frábær. Hvað í gangi? Og með mér í þessari útsendingu hér, Tómas Mægir ég og með mér í þessari útsendingu Elvar Geir Magnússon á fótbolti.net. Tæknin var aðeins að stríða okkur hérna, en ég var að tala vallastjóran hérna. Þetta fallegur völlur hjá honum Magnúsi. Já, með það Magnús Valur Böðvarsson, vallastjóri, hann búinn að gera þetta alveg glæsilegt og gaman að mæta hérna í Kópavoginn í kvöld og sjá þessa efnilegu leikmenn vera mætast. Og við þessar frábærar aðstæður, völlurinn frábær, það logn og gott fótboltaveður, skemmtileg umgjörð sem búið að búa til, það bara vallar, þullur og allt saman. En það þarf að gera þessa stráka klára fyrir Pepsi deildina. Þetta eins og bestur á kosið, þannig að okkur vantar djúsin hérna. Hérna bara komið færi og það komið fyrsta markið komið. Það gera Blikar og það leikmaður númer 72, Ólafur Hrafn Kristjánsson. Það ekki búin mínúta, þetta kemur á 50 sekúndu. Hvað eru FH að gera? Vel gert Breiðablik, 1-0. Þetta var allt galopið og Ólafur Hrafn Kjartansson brýtur ísinn bara hérna strax í byrjun. Það var ekki liðin mínúta þegar þetta mark kom, náðan þessu hnitmiða skoti hérna í hornið. Og þetta martraða byrjun fyrir FH-inga. 50 sekúndur búnar á þessum leik, Elvar. Þetta alveg magnað. Óskar Sigþórsson hérna í marki FH-inga sigraður strax í byrjun. Þannig að Blikar koma gríðarlega vel gíraðir í þennan leik og það bara fyrstu sókn leiksins sem að ísinn brotinn og það lofar góðu fyrir þennan leik sem við erum að fá hérna í kvöld. Heldur betur. Hérna kemur sending upp kantinn hægra megin. Það leikmaður númer 9, Arnar Helgi Magnússon. Við erum að læra á þessi nöfn líka hérna, Elvar, þannig að hérna. Já, þarna eru nú inn á vellinum strákar sem hafa verið að banka á dyrnar og leikmenn sem hafa jafnvel verið í hóp núna í Pepsi-deildinni í sumar. Þar má meðal annars nefna Gretar Snær Gunnarsson sem hérna í FH-liðinu. Hann var bara í hóp í síðasta leik FH-inga. Hörður Ingi Gunnarsson annar leikmaður sem hefur verið eitthvað í hóp í sumar hjá þeim og
Og svo í liði Blika, það nú leikmaður sem hefur með þess að skora fyrir meistaraflokk Breiðabliks á þessu tímabili. Það Arnór Gauti Ragnarsson sem við sjáum þarna með 27, skoraði þegar Blikar unnu KFG í Borgunarbikarnum. Og svo náttúrulega Thor Andri Skimmeland þarna sem var fengið frá Haugasund í glugganum. Hann hefur ekkert komið við sögu með meistaraflokki félagsins, en hann enn gjaldgengur í annan flokkin. Já, að gera notan. Já, að gera notan og hann að spila hérna. Númer 9. Það nóg af flottum strákum hana. En það sem kannski líka ber að nefna að það vantar í lið Blika Sólon Breka Leifsson sem markahæstur í A-deildinni með 7 mörk. Markahæstur Breiðabliksmanna með 7 mörk. Hann í leikbanni. Hjá FH Eggert Georg Tómasson og Hrólfur Sveinsson fyrir liðin sem öllu jafna fyrir lið. Þeir eru í leikbanni. Nú Eggert Georg Tómasson, hann markahæstur FH-inga til þessa með 5 mörk, en hér kemur hornspyrna. Þetta fer inn á tegin og Óskar kemur út og þeir bjarga þessu frá. Já, gríðarleg barátta þarna, fínasta horn sem var tekið. Og Blikar áfram, þetta góð barátta og þá kemur Hörður Ingi og kemur þessu frá. Hörður Ingi Gunnarsson, þetta toppstrákur, kom til okkar í einn dag í starfskynningu á fótbolta.net. Og skrifaði fréttir. Já, og fór með mér með þess að landsliðsæfingu og svona, og stóð sig afar vel, sko. Ég gaf honum gælunafnið Höddilöpp í þeirri heimsókn. Já, og Böddilöpp náttúrulega hinn. Já, það alveg svona þekkist alveg í Hafnarfirðinum. En þeir sjáum það að Blikar eru bara að byrja þetta miklu betur, eru bara miklu meira ógnandi og hérna kemur Andri Snær Kristmannsson á vettvang til að taka hornið. Hann tók hornið áðan og það skapaðist mikil hætta úr þeirri spyrnu. Kemur hornið. Þetta inn á markinu, en þetta Óskar Sigþórsson með þetta og kastar hér langan bolta. Þetta kannski of langt fyrir nú númer á leikmanni sem 27 sem við erum ekki með skráð hérna hjá okkur. Nei, það ekki verið að bjóða på það. Þannig að ég bara leita hvort að Já, bara henda okkur á Twitter hver nummer 27 í FH, endilega bendið okkur á það. Við höfum þetta gagnvirka útsendingu. Og hérna komaði fangarnir. Það eitt skráin með 21. Hann þarna inn á. Fín tækling hérna, góð barátta í þessu leik hérna í byrjun. Það Joe, kallar maður bara Joe. Það Viktor Ingason sem nummer 27. Já, skráði nummer 11. Skráði nummer 11 á skýrslunni. Þá erum við bara komin með þetta og þá koma Blikar. Þökkum honum Jón Degi, kærlega fyrir það. Hann benti á þetta á Twitter. Kemur sending fyrir markið. Og Blikar halda áfram. Svo annað þarna hjá Blikum, það eitt skráður nummer 24 en það engin skráður á skýrslunum okkar nummer 24, þessi sem gefur þarna fyrir og það bjarga á línu. Ég skal segja ykkur það, þarna var það Viktor Helgi Benediktsson, FH-ingur sem bjargaði þarna á línu. Þetta endar í hotspinnu, þeir eru bara heppnir FH-ingar að Blikar sig ekki búin að skora annað mark. Já, heldur betur. Það var Ólafur Hrafn Kjartansson sem skoraði eina marki sem kom með strax eftir 50 sekúndna leik.
og þeir eru bara miklu bitmeiri hérna í upphafi Blikarnir. Og hvað er þetta? Skalli bara naumlega framhjá Jón Tómas Rúnarsson. Vel gert. Við þurfum að fara aftur í leiðangur, leikmann með 24 hjá Breiðablik inn á vellinum. Já, við óskum eftir upplýsingum á Twitter. Óskum eftir upplýsingum. Já, nóg af fólki sem getur hjálpað okkur. Já. Þetta er gagnvirk útsendingu. Gaman kannski að segja frá því að það eru nú 2 leikmenn í byrjunarliði F-fóinga sem eru fæddir 1999 og eru því gjaldgengir ennþá í 3. flokk. Það er Gísli Þorgeir Kristjánsson. Sonur Kristján Arasonar og Þorgerðar Katrínar. Já, sonur handbolta góðsagnarinnar. Hann er hérna inn á vellinum hvað númer 13. Númer 13. Jú. Og svo er það Örvar Eggertsson, einnig. Sonur Eggert Bogasonar, fyrirhandi frjálsíþróttamanns. Þú þekkir pappa allra þessana manna inn á maður. Úr Hafnarfirðinum. Já. Og svo kannski svo við höldum áfram í pappadæminu, þá er leikmann nummer 5, það er Baldur Búi Heimisson, sonur Heimis Guðjónssonar. Og á bekknum hjá Blikum að finna Willum Þór Willumsson. Já. Og þið með bara giska á hver er pappa. Sá sem er fyrstur að giska, hann vinnur. Það er eiginlega svolítið þannig, sko. En það er allavega, Örvar Eggertsson er allavega með mest ábyrrandi hárgreiðsluna. Já. Hérna, kannski ásamt Arnóri Gauta í Blikum. Já, þetta er skemmtileg tíska. Þá koma F-fóingar. Það var í Viktor Ingarsson, hann spilnir þessu nú bara framhjá. Nú ef við förum yfir þjálfarana hérna, þetta eru þekktu nöfn í boltanum. Sérstaklega Breiðabliksmenn, ef við byrjum kannski á FH-megin, Ingvar Jónsson, Ingvar Gísli Jónsson, hann er nú fyrirhandi þjálfari Leiknis, hann var með þá 96 síðast alvar. Já. En hann hefur náttúrulega verið með hann annan flokki á FH bara í eitthvað áratug eða svo. Já, eitthvað svo. Hann er búinn að, hann ber ábyrgð á mörgum af þessum flottu fótboltamönnum sem hafa komið upp í meistaraflokk. Ég var einmitt að skoða hérna mynd sko sem að Hafliði Breiðfjörð sendi mér aðan. Það var af bikarmeisturum FH 2006 í öðrum flokki. Já. Ég er einmitt með hana hérna fyrir fram mig og það er hérna alvöru nöfn þarna. Þarna eru Hjörtur Logi, þarna er Björn Daniel, þarna er Róbert Örn Óskarsson, Pétur Viðarsson, Jón Ragnar, það er hérna Friðrik Dór er hérna líka og ég veit ekki hvað og hvað sko. Og pappa, hann var formaður hérna. Og Matti Villa, hann er hérna líka á myndinni og svo vantilega einhverjir sem ég þekki ekki alveg hérna á þessari mynd. Þetta voru bara krakkar, þeir eru að tekin. Þetta er hörkuliði sem að hann stýrði til bikarmeistaratitils 2006, þannig að það eru ansi góði leikmenn sem að Ingvar hefur verið að vinna með. Komið 10 tímabil síðan. En eins og ég segi, Ingvar Jónsson, hann er hérna, var síðast með meistaraflokk, þá var hann með Leikni í Breiðholti 96. Hann er hérna búinn að vera að vinna hjá FH og vera þjálfari hjá FH. Já, ég veit ekki hvað lengi, hann sé lengi, hann er svona samdófinn þessari svarta æfingabúning eins og Heimir Guðjónsson. Þú sérði Ingvar ekkert öðruvísi og ég þekki hann ekki í Fjarðarkaup þegar hann er í öðrum fötum. Nú með honum er Unnar Stefán Sigurðsson, Keflvíkingur og búinn að vera hérna líka í nokkur ár. Og hann átti nú fótboltaferil svona allt land með svona einum ýmsu liðum. Óskar tekur þetta. Já, örugglega. En hinum megin eru eins og ég segi, Dín Edvard Martin, Stefán Gíslason, Páll Einarsson. Ég held að flestir fótboltaáhugumenn vita nú nákvæmlega hverjir þeir eru. Ekki allt og mörg ár síðan að þeir lögðu fótboltaskóna á hilluna. Já, bara nokkri mánuði síðan að Dín og Stebbi gerðu það. Já, nákvæmlega. En það kannski hægt að koma því í þessari útsendingu að 1994 þá þjálfaði sá sem talar hér Stefán Gíslason fyrir austan. Kendur honum allt sem hann kann eða ekki? Já, hann var frægur eftir það og fór með liðið í úrslitakeppnina, Austra. Ég var að þjálfa Austra. Já. Og hérna... Varstu farsæll í starfi hjá Austramönnum? Já, ég komið fullt af medaljum heim allavega, félagsmeistari og alls konar meistari. Varstu mest að taka þessa héraðsmeistara til það? Já, við fórum í úrslitakeppni, við unnum riðilinn hérna í fjórðaflokki og hérna
fórum svo í úrslitakeppnina en þá var svona stigsmunur á og við náðum nú ekki langt í úrslitakeppnina á Akureyri. En þetta var, já, ég þjálfaði hann og Jóhann Benediktsson, fyrrverandi leikmann Keflavíkur. Þeir voru þarna og einhverjir fleiri. Þar hóf ég minn þjálfaraferil. Sem hefur verið blómlegur síðan. Það var 1 ár í viðbót. Ekki þar þannig þar, annars staðar. Já, fróðilegt að sjá þennan Skimmeland vinn okkar. Leikmann númer 9. Kemur innkast hérna. Blikarnir setja þetta í annað innkast. Það er ekki geta að þegar þessi lið mættust fyrra á tímabilinu þá unnu Blikar 2-1 sigur Í Kaplakrika. Þannig að þeir eru að vinna þennan leik og það eru þessir innbyrðis leikir sem eru að telja ansi mikið. Heldur betur. Þeir eru jöfn, eins og ég segi, þeir eru með jafnmörg stig þessi lið með 25 stig í fyrsta og öðru sæti og fyrir þessa umferð hérna og síðan í 3. sæti Keflavík, Njarðvík sem er sameiginlegt lið með 21 stig, síðan kemur IA Kári í 4. sæti með 20 stig og svo koma Haukarnir í 5. sæti með 19 stig. Veitu hérna kemur hotspinni á F-fáingum. Gunnar Óli sem tók hana, fyrsta hotspinna F-fáinga í þessum leik. Það var að Garðar fyrir liði. Hvað gerir Garðar? Benediktsson og hann gefur á Baldur. Ég ætla að fara að segja Heimi Guðjónsson, þetta er sonur hans. Það er náttúrulega gaman að segja Heimi þinn á, sko. Hérna sjáum við séðan Viktor Ingason sem er með rangt númer á skýrslunni. Þá kemur Arnar Helgi Magnússon og hann á Viktor. Og hvað gera F-fangarnir núna? Viktor, nei, þeir koma þessu frá. Vel gert hjá Óskari Jónssoni. Á góð vörn í Óskari. Og það er barátta þarna áfram og þá er það maður með háanúmerið Andri Snær Kristmannsson. En þá koma F-fangarnir Gunnar Óli Björgvinsson. Sendingu hérna á Hörðinga. Og Hörður ætla að koma honum hann fyrir á Örvar en þetta gengur ekki alveg upp hjá Fimleikafélaginu og þeir hefja þá bara sókn á nýju leik. Já, skallið þarna. Og þetta fer bara til Aron Snær í marki Breiðabliks. Þetta er farið svona að líta aðeins betur út hjá F-fáingum eftir ansi slæma byrjun. Já, veitu hvað gerist hérna? Hér er gríðarlegt kapphlaup í gangi. Skimmiland. Og já, hann tekur þetta vel gert hjá Viktor Helga Benediktssyni. Já, þú getur rétt ímyndað það. Þú ert búinn að leggja leikinn upp, þú ert búinn að vera að tala þennan leik alla vikuna og svo byrja leikurinn og það er ekki liðin mínúta og þú ert búinn að fá marka á því. Ég meina, allt systemið það er farið. Já, það er svolítið þannig. Það er bara þannig og þá er alltaf spurning, er plan B? Það býst enginn við því að fá marka á sig á fyrstu sekundu leiksins, en ég meina, það getur skjálftinn virðist svona farin úr þeim og þeir eru farnir að halda. Það eru farnir að spila. Ég hef séð nokkra leiki með þessu liði og F-liðinu og þeir hafa virkað vel á mig og þeir eru svona aðeins að komast í þann takt sem ég þekki þá. Arnar Helgi sem að skallaði þennan bolta út af. Það eru Blikarnir sem eiga þetta innkast. Kristinn Friðrik Hrafnsson, hann er dómari þessa leiks. Hann er nú ekki þekkt nafn í dómarafræðunum, þetta er Íringur. Ekki langt að fara hérna úr neðra Breiðholtinu. Vinur þinn? Já, ágætis félagi, við unnum nú saman hérna fyrir einhverjum árum síðan. Nó. En ég hef aldrei séð hann dæma fótboltaleik. Nei, hann gerir þetta mjög vel, það er ekkert að kvarta yfir honum. Alltaf ekki þessa fyrstu 16. Þarna ætlaði... Já, við erum ekki búin að finna út með þennan númer 24. Nei, það er bara algjör og þarfi. Er eitthvað búin að senda þér? Koma Breiðablik, Blikar.
Þetta er bara tilbaka frá Jón Tómas. Hann reyndi sendingu. Ég er svona að velta þessu fyrir mér, Elvar, eftir að hafa kannað þetta hérna, hvort að 22 séu 24. Það sé Sölvi Pálsson sem er hérna númer. Þetta sé Sölvi Pálsson, þessi no-name þarna, 24. Jó, það er svona, Ég held að ef við notum útilokun aðferðina, þá gæti það passað. þarna var hann, ef við sjáum engan númer 22 þá er þetta hann. En þetta er eins og Páll Einarsson sagði við mig áðan þegar ég fór með skýrsluna og sagði að það er 2 númer 9 og það eru 2 númer 5 hjá FH. Þá sagði hann, já, þetta er bara svona, það er allt leyst í öðrum flokki. Já, algjörlega. Sjá það líka, það er engin liðsstjóraskráður á bekkinn, þannig að það er engin sem að sér þetta nema bara þjálfararnir sjálfur. Já, og þeir eru ekki bestir í því. Nei, þeir hafa nú margt annað að hugsa heldur en að vera króta ykkur á tölur á blað, sko. Já, það er búið að breyta þjálfarastarfi sem betur fer. Frá því að pabbi þinn var að þjálfa hérna, taka búningana og þvoða og ég veit ekki hvað og hvað. Já, Og það er mamma í þá alveg kannski. Þetta var nú líka, þekkist nú líka alveg í meistaraflokki. Ég meina Skagamenn fóru nú í gegnum heilt tímabil þar sem eru Íslandsmeistarar og Óli Þórðar keyrði rútuna og þvoði búningana og allur pakkinn. Það fekk líka aukalega borgað. Nei, félagið var bara við gjaldþrot. Ég veit það. Þetta er Ég skemmt. hann hafi bara ekkert fengið borgað. Nei, þannig að við komum með rútuna, borgaði bensíni sjálfur á rútuna. Já, hér kemur innkast. Það er Arnór Gauti, þetta er langt innkast. Þeir koma þessu frá FH-ingar. Það var að leikmann um 14, Breki Barkarsson. Þá er Gunnar Óli þarna, já, hann er ennþá með þetta, en það er hörku baráttu þarna í Gísla Martin Sigurðssyni. Það er Garðar hann í baráttunni og Garðar brýtur af sér og Garðar Benediktsson fyrir liði og þá kemur, já, nei, þetta er óvart, sjá þetta aftur. Svona fari markmanninn, Elvar, þú veist, þetta er óviljaverk og það þýðir ekkert að tuða yfir því. Sjáum þetta hérna aftur, brotið sem að Garðar brýtur. Svo kemur sending hérna fyrir og þeir eru bara að hlaupa hérna og þetta er óviljaverk og Já, þetta er bara algjör árekstur, hann er bara að hlaupa þarna eftir boltanum hann Arnór og það er ekkert sem að... Ætli Blikinn taki Bjarna? Nei, heiðarlegur. Bjarna Guðjónsson. Hann kemur þessu bara í markspyrnu hana. Já, það var svona selfisingurinn í gær í útsendingunni hjá okkur, hann var svona líklegur til að gera þetta. Hann var alltaf bara markið og markmanninn og með vindinn með sér og allt, sko. Smá ögrun. Smá ögrun. Já, vel gert hjá Aroni í markinu, koma út og hérna Örvar svona sýndi smá greddu sem er alltaf svolítið gaman að sjá í leikmönnum, sko. Það er nú bara, ég verð nú bara að segja það, Elvar Geir, að það er bara töluvert mætt hérna. Já, það er svona fólk að tínast inn og þegar þessi leiktími klukkan 6, það er fólk svona aðeins að klára vinnu og svona. En ég sá að Willum Þór Þórsson, hann er mættur í stúkuna. Okkar besti alþingismaður. Já, hann vonast til þess að leikmaður nummer 92 í liði Breiðabliks. Já. Willum Þór Willumsson kom inn á í þessum leik. Já. Sá strákur er fæddur 98. Er á yngsta ári í öðru flokki. Hér er aðstofþjálfur FH mættur. Guðlaugur Baldursson. Guðlaugur Baldursson. Náttúrulega náið samstarf hann á milli Heimis og Guðlaugs og Ingvars. Mikið, þetta er virkilega gaman að sjá hvernig þessi uppbygging er hérna í Hafnarfirði. Ég get sagt það því að ég þekki til þar. Mæjar Junior, æfir hana. Og er einn harðasti FH-ingur á landinu. Þetta er betur, já, skemmtilega. Vel gert hérna hjá Ólafi. Þetta var bolti farinn. Segir aðstöðardómarinn. Vissi sinni sök. En það eru Blikar sem eiga. Ólafur Rafn Kjartansson, hann skoraði eina markið í þessum leik sem komið er. Komið eftir aðeins 50 sekúndna leik.
kemur ungastið, fangarnir eru inn í baráttunni og þarna fer Gísli Þorgeir. Já, það hitti Óskar boltan ekki. Þá kemur Garðar. Sendingu inn á Örvar. Örvar ætlaði sér sendingu á Gísla en þetta heppnaðist ekki alveg og Blikar snúa vörn í sókn. Anders Snær Kristmannsson er hérna að komast fram hjá Viktori. Þá kemur Þetta er góður sprettur hérna. vel gert hjá Rángstað var hérna Tór Andri Skimmeland fyrir innan. Sölvi Pálsson hérna. Gerum ráð fyrir þetta sé hann. Þetta er hann. Já. Svo er náttúrulega líka það sem Átti þarna hansi libransbrett. Svona fyrir okkur sem erum að lýsa leikjum, það er rosa gott að það séu númer á buxum en svo er til dæmis hann númer 9 á buxunum. Það er nú bara til að rugla okkur enn frekar. Við erum í tómu tjóni en F-fangar hafa ekki haft ráð fyrir því að setja númer á buxurnar. Þetta held ég bara að leikmyndir eigi þessar buxur. Og þar er ekkert allar eins hérna, einu sinni. Þú sér það? Já, nokkulega. Eins og gengur að gera stótt í yngri flokkum. Þetta er bara heimilislegt Elvar og hérna, við bara reynum að kroppa okkur út úr þessu. Já, við höfum þetta bara gott. Hættum þessu væli. Já. Og grátum ekki að það er einhver drull yfir okkur á Twitter eða eitthvað. Það er bara allt í lagi. Við reynum að jafna okkur á því. Ég segi það ennþá. Selfoss er í fjólubláum. Nei, er hér í vínröðum. Já, þú gerir allt brjálað með því. Hörðu, hvað er að gerast hérna? Já, það er Viktor Helgi sem kemur þessu frá. Þessi þriðja sinn sem að Viktor Helgi er að bjarga hérna í horn. Þetta var Arnór Gauti sem var heldur betur að ógna. Og þetta er öflugur leikmaður. Arnór Gauti búinn að koma við sögu í einum leik í Pepsi-deildinni í sumar hjá Blikum. Og búinn að spila eitt bikarleik þar sem hann skoraði í sigri gegn KFG eins og ég kom inn á áðan og hann er náttúrulega með alveg mikinn líkamsstyrk svona með við aldur og það er alveg ljóst að F-fáingarnir þeir þurfa að hafa sig alla við að stöðva hann. Sjáðu Elvar til dæmis eins og við tökum Pepsi-deildinni inn í þetta núna. Þessi lið eru í tveimur efstu sætunum í Pepsi-deildinni, þessi lið eru í tveimur efstu sætunum í öðrum flokki. Því líka efni við sem kemur upp frá báðum þessum félögum. Ég væri örugglega gaman að vera stjórnarmaður og þjálfari hjá þessum félögum. Upp á framhaldið að gera. Hér er bara hörku færi. Og F-fangarnir koma þessu frá, en Blikarnir ná þessu og þá kemur hérna skot en það fer framhjá. Það var Breki Barkarsson sem að reyndi að setja endarhútin á þetta en þetta fór lengst í burtu og ég man ekki eftir því hvernig ég sá síðast markmann þurfa að fara svo langt til að ná í bolta. Var hérna í aðdragandanum fekk Óskar Jónsson hérna skallafæri ákvað að skalla boltan aftur bara fyrir markið. En spurning hvað hann hefði getað náð að flikkunum. Að koma honum á rammann sko. Já. Hann þurfti nú aðeins að teygja sig, þetta var ekki auðveldur bolti. Og þá koma F-fangarnir og það er Baldur. Og Viktor Helgi sendingu hérna að þetta fer út af. Þannig að eins og segir þá er gríðarlega blómlegt unglingastarf og barnastarf hjá þessum tveimur félögum og meistaraflokkar beggja félaga þeir hafa verið að ná gríðarlegum árangri þrátt fyrir að vera með hátt hlutfall af uppöldum leikmönnum og það er bara gríðarlega jákvætt og skemmtilegt og ennþá skemmtilegra fyrir stuðningsmenn þessara liða. Já, við sjáum það til dæmis eins og þessi deild hérna A-deildin í öðrum flokki spilast að þau lið sem eru þarna í botnbaráttunni, ef við förum bara í 10. sæti, Fylkir 10 stig, KR 12 stig. Og hvað gerist hérna? Já, það er hörku barátta hérna milli Breka og þeir hafa betur og þá kemur Skimilund land og skalla þetta frá. Þetta er F-fangarnir verða að passa þetta. Skimilund gaf okkur hérna smá skæri aðeins að skemmta okkur. Og hér er mark! Það er komið mark! 2-0! Blikar eru konir í 2-0 þegar að 28. mínútu og það er leikmaður nummer 5 Jón Tómas Rúnarsson sem skorar þetta mark. Við skulum sjá þetta aftur.
Þetta var glæsilegt skallamark hérna hjá Jóni Tómasi, var ekki Skimmeland sem átti sendinguna hérna, átti fyrirgjöfuna, eða hvað? Þetta var virkilega vel gert. Það var ekki hann. Þetta var glæsilega vel gert. FH er eitthvað að malda í móinn hérna, 2-0 staðan hérna. Ég skráði þetta mark á 27. mínútu. Sýndist vera Breki Barkarsson. Það var Breki sem var þarna í baráttinu og hann vinnur þetta eiginlega frá byrjun. Já, gerði þarna fáránlega vel og... Tók Gunnar Óla Björgvinsson og pakkaði honum og... Frábær fyrirgjöf og glæsilegu skalli og staðan orðin 2-0 fyrir Blikum og Blikar hafa bara einfaldlega verið miklu betri. FH-ingar hafa ekki átt færi það sem af þessum leik. En nú geta eitthvað gerst, þeir eru að fá aukaspyrnu. Hérna á hægri kanti. Ólafur Hrafn Kjartansson og Jón Tómas Rúnarsson með mörkin, 2 sem eru komin. Nú er bara spurningin á FH-ingar að svara strax, gera þetta aftur að alvöru leik. Það er spurning. Hérna kemur aukaspyrna. Kemur hérna Allt og fastu bolt. Það var allt og fast frá Grétari Snæ. Og hotfáninn fær að finna fyrir því hjá honum Garðari Benediktssyni fyrirlega. Það sem ég var að segja var hérna, það eru stór lið þarna sem eru svona í, getur sagt, svona fallbaráttu. Fylkir neðstir með 10 stig, KR með 12, Víkingur með 13, Stjarnan skínandi sameiginlegt lið með 14, Fram með 17. Svo eru þarna Haukar með 19 í 5. sæti. Njóta náttúrulega líka góðs að því náttúrulega þessi 2 félög að þau eru með ótrúlega stóra yngriflokka og úr svona gríðarlega mörgum strákum að velja. Það er þessi 2 hérna. Já, það er alveg hárrétt hjá þessum við erum að fylgjast með hér. En það er sem áður svona, finnst mér gaman að sjá Haukana þarna í miðja deild svona sigla leiknan sjó. Já, náttúrulega líka bara gaman að sjá Haukana bara í meistaraflokki hjá sér núna, þar sem þeir eru með bara ótrúlega mikið magna af uppöldum strákum. Ég held að sé einhverju 9 bara í byrjunarliðinu sko. Og þau eru allavega rosalega góður á heimavelli, það vantar ekki. Já, þetta er. Vinna allt þar. En svo er svona eins og ég segi, svona miðað við þessu pepsdeildina, hvað Valsmenn eru ekki þarna, Fjölnismenn eru ekki þarna, Leiknir eru ekki hérna og svona stærri félög kannski svo ÍR og HK. Þór, Káa, Vestmannaeyjar, þú veist, þetta er ekki. Sumir eru bara ekki með. Sumir ekki með, það fara beint upp í meistaraflokk en það er svo sem gaman að velta þessu bara fyrir sér. En umfram allt þá náttúrulega snúast þessir yngri flokkar náttúrulega það að búa til meistaraflokksleikmenn. Það er svona númer 1, 2 og 3. Og það hafa þessi 2 félög svo heldur betur gert í gegnum tíðina. Sjáum það að Blikar konum með 2 mörk hérna í þessum toppslag. Hérna kemur Thor André Skimmeland, norðmaðurinn. Það kemur hérna hlaupið en hann mátti ekki marknum hana. Nei, það voru konur hérna 2 í hann og þá kemur Gísli Martin. Já, þrátt fyrir að markaðasti leikmaður Blika sé í leikbanni, Sólon Breki Leifsson, þá eru þau búin að ná að skora hérna 2 mörk á móti keppinutum sínum sem eru í toppsætunu. En gleymum við ekki, hjá þeim vantar Rolf Sveinsson og Eggert Georg Tómasson sem eru í banni líka. Það getur munað og held ég gerir það bara. Koma bara átt að hérna, já, vel gert en það er búið að dæma á Arnór Gauta Ragnarsson. Þetta er flottur strákur. Hörður hérna skiptir yfir en þetta er ekki alveg nægilega nákvæmt, reyndi að finna þarna Gunnar Óla.
F-fangar. Það Viktor Helgi með sendingu hérna á nafna sinn Viktor Ingason. Skemmtilegur snúningur þarna. Hann er ekki að koma boltanum þarna áfram, þarna gerði hann ansi vel, Breki Barkason. Og aftur var það Viktor. Þá kemur Gunnar Óli. Kemur á Gretar Snæ. Og þá var það Viktor Helgi. Sendingu hérna, já, vel gert og þetta sending á Arnar Helga. Hvað gerir Arnar Helgi? Hann kemur þessu fyrir en þar eru blikarnir fyrir og bjarga þessu, ég setja þetta í innkast. Þrum honum bara, gjörsamlega í innkast. Já, ég hef ekkert verið að spara kraftinn þarna. Nei. Þarna Gunnar Óli og hann gefur á Arnar Helga. Þeir eru þarna í beygja leikmenn að við ekki þarna því við sjáum ekki fyrir myndatökumannum. Já, Vitt fyrir hana. Færðu myndatökumaður? Það ennþá bara þarna, blikarnir ná þessu. En FH snýr vörn í sókn og þá var það Garðar. Sendingu hérna til vinstri en þetta svona fór ekki alveg það sem ætlaði. Það hljóta að vera ánægðar með það að blikarnir að F-fangar hafa ekki náð að ógna markið af neinu viti. Nei, það búið að lítið að gera og Aron Snær Friðriksson í markverði. Hann einu sinni svona þurft að hlaupa hann út og taka boltan. Ég held að það sé upptalið. Blikarnir voru síðast að keppa bara á sunnudaginn. Nú þá 3-2 sigur gegn Fram. Þar var það Sólon Breki Leifsson sem skoraði tvívegis og Sölvi Pálsson kom með sigurmarki á 92. mínútu. Áhugavert að Blikar lentu 2-0 undir í þeim leik en náðu sann að vinna 3-2. Já. Það var sann í lokin sem að Sólon Breki fekk sitt annað gula spjald og þar með rautt. Og fer eitthvað ganni hér í dag? Heldur betur. F-fangarnir þeir keyptu síðasta móti KR-ingum. Það var á þriðjudeginum fyrir rúmri viku. Þar unnu þeir 1-0 sigur og þar var það Örvar Eggertsson sem að skoraði eina marki á 58. mínútu. Svo bara 3 mínútur seinna þá fekk Hrólfur Sveinsson sitt annað gula spjald og þar með rautt. En þrátt fyrir að vera manni færri þannig náðu F-fangar að landa sigri gegn Óskar Hrafni Þorvaldsinni og hans lærisveinum í KR. Já, en það Óskar ekkert að gera góða hluti. Hann í 9. sæti með 12 stig. Þeir eru bara leiðinni niður. Svona með stöðun í dag. Það var 37 mínútur búnar að þessu leik og staðan hérna 2-0 fyrir Breiðablik. Búnir að vera betri aðalinn í þessu leik og FH hefur ekki átt nein svör við þeirra leik. Það sem liðið En eins og þú veist Elvar þá getur nú allt breyst í þessum blessaða fótbolta og hérna bara Hér heldur betur lofandi sókn í Viktor Helgi. Frábær tækling. Frábær tækling. Viktor Helgi búinn að vera svona skástur F-fanga í þessum leik. Þetta
Það var vel gert þarna hjá Jóni Tómasi sem skoraði annað mark Blika. Hann bara öflugur á báðum endum hérna fyrir Kópavogsliðið. Þá kemur innkast. Já, þetta kemur hann. Boltinn hefur farið bara út í Kópavogsleik. Áfram heldur þetta. Kemur langt innkast. Og þarna, og hvað gerist þarna hérna inn í teignum? Og skotaði það fer yfir! Já, um að gera Grétar Snær Gunnarsson. Þarna datt boltinn fyrir hann og Oj. það hefði verið gaman fyrir okkur hlutlausu lýsendurna að fá þarna mark. Það hefði verið mjög gott fyrir þennan leik að fá mark. Því að fótbolti snýst það að skora mörk. Já, þetta var ágætt. Og það sem að gerast hér á Sport TV er margt og merkilegt eins og andra nær. Við verðum á föstudaginn í beinni útsendingu frá Pepsi-deild kvenna þar sem að Stjarnan og Breiðablik eigast við. Þetta eru, já, liðin í fyrsta og öðru sæti og við Það eru eintómir toppleikir sem eru í beinni. Eintómir toppleikir og er hann ekki 6:30 frekar en 6, Elvar? Við bara kíkjum á það. Maður er hérna. En síðan erum við á laugardaginn, þá gerum við okkur ferð, ég og Viðar, myndatökumaður og teknimaður og fleiri og förum á Selfoss og fylgjumst með Selfoss Fjarðabyggð í fyrstu deild karla. Tekur alltaf Mæger Junior með í þá ferð og hendur honum í ostarennibrautina í sundlaugin á Selfossi. Hún er mjög vinsæl. Hann var aðstofamaður minn í gær og tók það starf mjög alvarlega eins og þú sást með úrslit úr öðrum leikjum. Algjörlega. Þá kemur innkast hérna, en það er búið að veifa og það verður ekkert úr þessu. Hann verður klukkan 18:00. 18:00 á föstudaginn. Stjarnan Breiðablik á Samsung vellinum. Já, bara í beinni hér á Sport TV. Bið ykkur að stilla aðeins fyrir tíman. Við verðum með smá preview fyrir þann leik. Eitthvað sem að fólk má ekki missa af. Mægerinn fær til sín góða gesti. Já, heldur betur. Þetta er aukaspyrna. Jú, hann er með þetta allt á hreinu frændeginn þarna úr neðra breiðaldinu, Kristinn Friðrik Hrafnsson. Breki Barkason boltan í bakið. En hann var ekki minnt af, þannig að nú er leikar aðeins að æsast. Þetta er svolítið gaman að þessu. Þetta, þú veist. Það fá einhvern pirraðir. Þeir eru pirraðir, þeir fengu færi og það svona kveikti líf í þeim og hérna nú bara verður að byggja á það. Kemur aukaspyrna frá Gísla. Hann kemur hérna yfir og kemur sending fyrir og það eru bara grænir blikar en F-áingar halda þessu og þetta kunnu vera bara hann vinnur okkar Gunnar Óli og hann er ennþá með boltan og Slökktur bara á þessu? Nei. Já,
Já, það var einhver draugur hérna sem að slökkti á dótinu hann, við erum búin að fá nóg af okkur. Það er reynt hérna í fréttamannastöðinni á Kópavogsvelli. Búin að fá algjörlega nóg af okkur og slökkti bara á okkur. En Daniel reddaði þessu, tæknimaður. Það gerist náttúrulega ekkert, við duttum út allavega. Þetta var að Viðar kamerumaður. En hérna koma Blikar og Garðar fyrir þessum bolta. Tókst eftir þessu, maður bara bjarga laus þegar þetta gerist. Já, maður vissi ekkert hvað var í gangi, sko. Ekki gátum við gert, við erum ekki með tæknilega þekkingu til að gera eitt hérna. Nei, og helst ekki koma nálægt þessu dóti. Oft bennur það hérna, við erum ekki að fekta á mikið. Við kunnum að kveikja og slökkva, það er eina sem við kunnum. Þarf ekkert mikið meira. Nei, hámenntaði menn hérna í þessu. Já, það er bara, þetta er þryggt í innkast. Nú ef að Blikarnir, ef að þeir vinna þennan leik og þá eru búin að vinna báða leikina við FH, þá sé nú eftir á þessum leik og þá koma það sér í 28 stig og skilja FH-ingarna 3 stig frá sér. En það má sko geta þess að það er nú eftir þessu móti. Þessi leikur er ekkert að fara, þú ert ekkert að fara að vinna móti hérna sko. Kemur innkast fyrir markið og þetta er hotspyrna. Elvar, það er ekkert, mótið er ekkert endilega að fara að vinnast hér sko. Nei, en þetta er náttúrulega einn af mikilvægastu leikjumótsins eins og er. Og það er náttúrulega ansi pirrandi fyrir FH-inga að tapa báðum leikjunum á móti Blikum, töpuðu einnig fyrirleiknum. Þetta var það Arnar Helgi Magnússon sem kom boltanum í hotspyrnu og Andri Snær Kristmannsson, hann hefur verið að taka þessar hotspyrnur og þær hafa verið hættulegar. Það hafa verið í vandræðum með þær, FH-ingar. Ég meður þetta er gott horn. Vel gert hjá Gísla Þorgeir. Já, vel gert og Já, þetta er glæsilegt hjá Gunnar Óla Björgvinsinni. Skemmtilega leist úr þessu. Vel gert Gunnar Óli og þá koma FH-ingar. Gretar sendingu og já, hann nær þessu. Nei. Náði ekki að koma boltanum hérna á Hörðinga Gunnarsson, en Gretar Snær búinn að vera mjög áberandi í FH-liðinu. Þetta er svona kannski rólega byrjun, þá er hann að komast betur inn í þetta. Er búinn að náttúrulega eiga eina teljandi færi FH-inga í leiknum hingað til. Já, skoti yfir. Jæja, hvað gerir? Já, það var nú ekkert annað í þessu en það er búið að dæma hotspyrnu. Enn einn hotspyrnan hjá Blikum, þeir eru búin að eiga ansi margar hotspyrnur. Sjáum hérna áður en að Andri Snær kemur á vettvang til að taka þessa hotspyrnu, þá mætti þetta Jón Tómas Rúnarsson aðeins til að hvísla einhverjum orðum að honum. Það koma með einhver óska útfærslu á horninu. Já, en sérðu hvað þeir eru núna, Blikarnir. Þeir eru sko, þeir eru komin út úr tegnum sko. Koma þeir hérna í árásina. Skimilund. Það er Breki. Það er Ólafur, markaskorarinn. Annar. Og Skimiland hérna reyna að koma sér í skotfæri. Þetta er bara vel gert. Og mark! Thor Andri Skimiland kemur hérna með 3. markið á, hvað hefur að segja, 40.50 mínútu. Glæsilegt, hann bara tók þetta sjálf, við sjáum þetta aftur. Þetta var vel gert, Elvar Geir Magnússon. Þetta var bara frábærlega gert, glæsilegt einstaklingsframtak hérna hjá Thor Andri Skimiland. Hann bara, boltinn datt hérna fyrir hann, fínt skallinn til hans. Hann bara hristi af sér FH-ingana, kom sér inn í teginn og kláraði þetta glæsilega. Þeir réðu bara engan veginn við Norðmanninn. Þetta gerist ekkert betra. Það stefnir allt í það að Blikar sé að fara inn í hálfleikinn með 3-0 forystu og þá væri nú heldur betur. Og það gera þeir því að þetta er bara á síðustu andráðum leiksins. Þá kemur þetta 3. mark, staðan hér í hálfleik er 3-0 fyrir heimamenn Breiðablik. Mörkin komu á, eftir 50 sekúndur Ólafur Hrafn Kjartansson. Síðan kom næsta mark nummer 2, Jón Tómas Rúnarsson á 27. mínútu og síðan var Thor Andri Skimiland að skora 3. markið núna hér á 40.50 mínútu. 3-0 er staðan í hálfleik. Við komum aftur eftir stutt skilaboð. Verið sæl. Sýndu hvað þú getur á pepsideildin.is.
We're driving to Wally World. That's the Honda of Albania. It has a sensor. Slam the door on my arm. Okay. Florida kynir. Vacation. Near the Griswolds! Oh my gosh! Ew. Hot springs up ahead. Beautiful. We're covered in human waste. Oh, come on, sweetheart. We don't know that it's human. He totally just came in here to show off his six-pack. Komin í bíó. Hver einasti vinnudagur fullur af spennandi tækifærum. Við sköpum hagkvæma og hentuga umgjörð fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum land allt. Við viljum að þú og þitt fólk eigi góðan dag. Reytir. Velkomin til starfa. Samfinn kynir. You ready? Yes, yes. Loving your work, cowboy. We try not to disappoint. Damn. Entertain me. Ein besta mynd Guy Ritchie. Leikstjóra Snaps og Sherlock Holmes. How's that for entertainment? That's brilliant. The Man from U.N.C.L.E. frumsýnd 28. ágúst. Ert þú búinn að ná í Sambíó appið? Ljósveitan fer að mestu eða öllu leyti ljósleiðara og með henni á íslensk heimili háhraðatengingu sem ber alltaf 5 háskerpu myndlykla og önnur nettengd tæki fjölskyldunar. Yfir 80.000 heimili allt land eiga nú þegar kost á ljósveitunni og yfir 1000 bætast við í hverjum mánuði. Hvað með þitt? Fáðu þér ljósveituna hjá eftirtöldum aðilum. Míla. Premium frá Dominos. Þegar þið langar í alveg ekstra góða pítsu. Allskyns spennandi áleggstegundir sem gera premium pítsurnar svo sannarlega einstakar. Fáðu þér Premium. Þú átt að pottþétt skilið. Dominos. Sýndu hvað þú getur á pepsideildin.is. Skilaðu inn fullstimpluðu vegabréfi á næstu þjónustustöð N1 og þú gæti verið á leiðinni á Sólarströnd með fjölskyldunni. Þú gæti líka unnið PlayStation 4, Samsung Galaxy S6, Landmann ferðagaskrill, áskriftarpakka hjá Skjánum, nú eða gjafabréf hjá Serrano og Safran. Það rignir stimpilgjöfum á þjónustustöðum N1 í sumar. N1 megabréf. Allt sem hún þarf að vita bíó getur þú haft í símanum. Náðu í nýja Sambíó appið og þú getur kynntir hvað í bíó og keypt miða. Í appinu úrval leikja. Auk þess getur þú snúið lukkuhjólinu einu sinni á dag og þar hægt að vinna bíómiða og fjölda annara vinninga. Náðu í Sambíó appið. Það margborgar sig.
que te gusta a ti, mami.
Jæja, góðir áhorfendur, velkomin aftur eftir þetta hlé hérna á Kópavogsvelli í leik Breiðabliks og FH í A-deild annars flokks karla. Staðan er 3-0 fyrir heimamenn. Það var ráðið lögum og lofum í þessum leik það sem að verið fyrir hálfleikinn. En það er að koma skipting hérna hjá FH í byrjun. Inn á kemur leikmaður númer 25, Þórður Þórðarsson. Og út af fyrir leikmaður númer 21. Nei, hvað vorum við að tala um, Elvar? Hver var að fara út af? Það var leikmaður númer 27, Viktor Ingason, sem var tekinn á velli. Það nú bara þannig, Mæir, og seinni hálfleikurinn farin af stað. Og nú verður spennandi að sjá, því að nú þurfa náttúrulega helst FH-ingar að komin marki snemma og þeim ekki fá á þessi mark strax aftur hérna, ég trúist ekki. Og það er bara mark strax aftur! Það er leikmaður númer 24, Sölvi Pálsson, sem gerir það eftir 10 sekúndur, takk fyrir. Gjörðu svo vel, sjáum þetta aftur. Hvað er í gangi hérna hjá FH-ingum? Hvað er í gangi? Það er góð spurning. Þeir eru að byrja báða hálfleikana alveg hrikalega. Já, gera betur núna, það tók bara 10 sekúndur. Gleymum því ekki að þetta er ótrúlegt. Sjáðu bara hvað hann veður þetta í gegn og hann bara gerir gjörsamlega út þennan leik, klárar þetta síðan vel hana. Og þeir fagna þessu innilega. FH-ingar eru ekki að fara að koma tilbaka úr þessu. Blikar komin í 4-0. Skora eftir bara einhverja 10 sekúndur í seinni hálfleik, skoraði eftir 50 sekúndur í fyrri hálfleik. Hörmuleg byrjun hjá FH-ingum á báðum hálfleikum. Þetta er alveg magnað. Þeir skora 2 af þessum mörkum á innan við mínútu. Það er alveg ótrúlegt. Já, á mínútu. Og eru hérna 4-0 yfir, gleymum því ekki að þessi lið eru jöfn á stigum á toppi riðilsins og Blikar eru gjörsamlega að slátra FH-ingum. Það er vel gert hjá Garðari Ben. Já, þá koma sendinga inn þetta geigar og FH-ingarnir snúa vörn í sókn. Þá kemur Gretar með sendingu hérna, fín sending, en þetta er lesið og tekið en þeir halda áfram. Þá kemur Viktor Helgi og já, með sendingu hérna á og skot og þetta er yfir. Það var Gísli Þorgeir Kristjánsson sem átti þetta skot og ef ég tel til rétt þá var þetta annað skot FH-inga í þessum leik. Yfir markið og framjá. Ólafur Kjartansson segi ég, sem kom Blikum í 1-0 eftir hans 50 sekúndna leik. Það var síðan Jón Tómas Rúnarsson sem skoraði annað markið með góðum skalla og svo var það Tór Andri Skimmeland sem fór illa með FH-inga, kom sér inn í tegin og kláraði vel, skoraði 3-0 og svo núna hérna Sölvi Pálsson í upphafi seinni hálfleiks. Og gerði það bara upp á sitt einsdæmi, prjónaði sig þarna gegnum vörn FH-inga og já, svona er þetta. 4-0 er staðan fyrir heimamenn í Blikum. Og þeir eru kannski, já, leikur sem átt að vera leikur er ekkert að verða af þeim leik sem við byggust við í byrjun en maður bjóst kannski við að þetta yrði algjörlega stál í stál en Blikar er einfaldlega bara búin að vera miklu betri og bara eitt almennilegt færi sem FH-ingar hafa fengið allar þessar tæpu 50 mínútur sem eru liðnar á leiknum. 1,5. Gott kaffi hérna í Kópavoginum. Fínt kaffi. Spurning hvort að Blikarnir vilji bara bæta við eða hvort að þessi bara sátti við þetta núna og reynir bara að draga sig aðeins tilbaka, halda FH-ingum í skefjum. Eru konið með, já, 3 stig á FH og 3 mörkum betur, er þetta ekki rétt reiknað hjá mér? Jú. FH var með 1 á þá og hérna, en eins og ég segi, það er margt eftir þessu móti ennþá og hérna,
umferðir ennþá og það getur ýmislegt gerst, en að sjálfsögðu þessir innbyrðis öryggni, það geta skipt svo ótrúlegu máli stundum og þar eru Blikarnir með pálmann í höndunum. Já, þeir eru bara að fara að taka þetta toppsæti hérna núna í kvöld og svo verður bara fróðlegt að sjá hvernig þeir ná að fylgja því eftir í framhaldinu. Akkurat. Það var að Skimiland. Aron með sendingu hérna. Breki í baráttinu og hann fær aukaspyrnu. Það er Hörður Ingi sem er sá brotlegi. Sending hérna og þetta fer beint hjá í Óskar Sigþórsson markmann. Þarna var hann rétt staðsettur og tók þennan bolta. Þá kemur Gísli Þorgeir og Hörður Ingi með sendingu hérna. Kemur Viktor sendingu hérna yfir, en þetta fer, en ef hann getur halda þessu. Baldur sendingu hérna fyrir, já, vel gert, og þar er Viktor. Helgi nei. Svona var ekki alveg að falla fyrir gestinni þarna í þessari sókn. Þá er það Þórður Þórðarsson. Hann kom inn á hérna í hálfleiknum. Grétar Snær með sendingu hérna upp á, en þetta fer út af, þetta er of fast. Reyndi að finna þarna Gunnar Óla, en það gekk ekki, að svona heila bara frekar lítið að ganga upp hjá Hafnfirðingum. Ja, þetta er bara spurningin, Elvar, að sko eins og Blikarnir eru búin að vera mjög hreyfanlegir í þessum leik, menn eru nákvæmlega að vita sitt hlutverk á vellinum. F-fangar virðast svona einhvern veginn fara þetta áfram á, eða reyna að fara þetta bara áfram á svona einhverju einstaklis framtæki, það er engin svona skýr lína hjá þeim. Já, það er svona virðist vanta svona, þeir hafa ekki náð alveg upp taktinum, það virtist vera að koma svona eins hérna í fyrri hálfleik þegar þeir voru 1-0 undir, svona voru náttúrulega bara heppnir að lenda ekki bara 2-0 undir strax í uppa því að Blika bara gjörsamlega keyrðu á þá. Síðan virtust þeir vera svona einhvern veginn að ná taktinum, en það var ekki náð að fylgja því neitt eftir af neinu ráði. Og hér erum við að fara að fá skiptingu. Matthías Garðarsson er að fara að mæta inn á hjá Blikum. Bróðir Tómasar Óla Garðarssonar. Líklega. Hversu líkir? Já. Breiðablik hér breyting út, að kemur leikmann númer 24 Sölvi Pálsson og inn á kemur leikmann númer 19 Matthías Garðarsson. Hann er þetta númer 9 en hann er númer 19 samkvæmt skýrslu. Bara höfum það á hreinu. Og þá kemur Já, Sölvi Pálsson sem var tekinn hann út á þann, hann náttúrulega skoraði 4. markið í þessum leik, skoraði það bara hérna eftir einhverja 10 sekúndur í seinni hálfleik. Við vorum bara ennþá að hella okkur upp á kaffi þegar þetta 4. mark kom. Já, þetta er nú hérna reyndar þegar mörkin koma og færi þá lifnar maður allur við og það er það sem maður vil sjá í fótbolta. En ef fónga að koma þessu frá, Gísli Þorgeir Kristjánsson, sonur Kristjáns Arasonar, fyrirverandi handbolta landsliðskappa og þjálfara og atvinnumanns og ég veit ekki hvað. Hittur hann eitthvað hérna í vippinu í hálfleik? Nei, ég hitti Willum Þór Þórsson, þingmanninn okkar. Já. Og ræddi við hann bað mig endilega að vera in touch, þetta er svona þingmanna, sem þingmenn segja. Já, algjörlega. Við erum í sambandi.
Algjörlega, var hann eitthvað að ræða eitthvað ný frumvörp og eitthvað? Nei, lítið í það, við rættum bara þessi félög hérna tvö og hérna, enda eru þetta félög sem í hans kjördæmi. Hann er reyna við atkvæði. Hann þarf atkvæði frá F-fangum líka. Já, og þú ert í hans kjördæmi. Ég í hans kjördæmi. Sjáum hérna að Blikarnir eru að bara hóta því að koma bara 15 markinu að. Þetta er ekki alveg nægilega nákvæm sending. Jú, þá koma F-fangarnir og þetta fer aftur til Óskars í markinu. Hann á Garðar Ben og Gunnar Óli. Og ég heiti líka markmannsþjálfara Breiðabliks, Ólaf Pétursson. Og hérna koma F-fangarnir, þetta er ekki neitt, þetta er bara góð vörn hjá hann fór bara í boltan þarna. Jón Tómasi Rúnarsinni og hérna aðstoðardómari númer 2. Við höfum ekki nöfnin á því miður. Dæmir þetta réttilega innan hotspyrnu. Mættir Gunnar Óli Björgvinsson á vettvang til að taka þetta hot fyrir F-fanga. Spurði hvort að þeir nái að krækja í smá líflínu hérna með því að ná inn marki. Og þetta er skall í Slána! Og þetta er ekki búið og hvað þarna er Örvar og það er mark! F.A. er búið að minnka munin og það er engin annar en leikmaður nr. 5 Baldur Búi Heimisson sem gerir það á harðfylgi. Vel gert hjá F.A.-ingum og staðin er orðin 4-1. Já, smá líflína sem þeir náðu þarna krækjast í F.A.-ingar alltaf búin að ná þarna að brjóta ísinn. Og þá er bara spurningi hvort þeir nái kannski öðru marki á næstu mínútum og þá erum við allt innu komnum með fótboltaleik aftur og þetta var þvílík þvaga þarna sem myndaðist inn í teiknum. Fyrst kom skallinn í þverslána og svo datt boltinn þarna niður. Og það var Baldur Búi Heimisson sem náði að koma endanum í netið. Það var Arnar Helgi Magnússon sem átti skallan á undan í slána. Þetta mörkið þurfi ekki að vera falleg, þau telja og vonandi bara verður þetta til fyrir áhorfendur að við fáum fleiri mörk. Spennu, það er það sem við viljum. Nú er bara spurning hvort að Baldur Búi fari ekki að tala við pappa og spyrja hvort hann er ekki að fara að detta í meistaraflokkin. Hann er nú samt massaðar heldur en pappi sem var. Já, hann er svona öðruvísi vaxtalega á hann. Já, massaðari sko. Svo var hann með 5, Heimir er alltaf númer 10. Bara svona að segja eitthvað. Vel gert hjá Garðari. Þá kemur Matthías Garðarsson. Sko ég veit ekki hvort það sé bróðir Tómasar Óla, ég ætla bara að leggja undir að sé það. Já, þú ætla bara að veðja það. Ef það er einhver sem getur twittað á okkur að þetta sé rangt hjá mér, þá bara, ok, gott og vel. Ég ætla allavega ekki að veðja á móti þér, sko. Hálfur lítur að bola. Jæja, hérna kemur sending en Jón Tómas. Jó, þeir eru bræður maður. Ég er búinn að fara í rannsóknarvinnu, þetta var bara staðfest sviðin við það. Þá skuldar þú mig bola. Nei, ég ætla aldrei að veðja á móti þér. Víst. Nei. Við eigum þetta á upptöku, Vitti spilar þetta fyrir okkur eftir. Já, það þýðir ekki að breyta eftir á, en við skulum halda áfram í leikinn. Leikurinn heldur áfram sama hvað við bullum, sko. Það er ótrúlega við það. Gunnar Óli Björgvinsson með oddsbyttuna hérna fyrir F.A.-inga. Hvað gera F.A.-inga núna? Þeir fengu mark síðast. Í kjölfarið á hodni. Og hérna er eitthvað F.A.-ingarnir vilja fá. Þá kemur Garðar með sendingu hérna. Nei, Garðar minn, þetta var léleg sending. Það var fyrirliðin að gera betur. Þarna á hann að stíga upp en eitthvað misreiknaði sig þarna drengurinn. Garðar er svona einn af þessum fjölmörgu strákum í F.A. sem eru í þjálfarateymi yngri flokka. Er hann með Mayer Junior í sínum höndum? Hann er með Mayer Junior í sínum höndum. Og bróður hans, Bjarki. Og þú berð honum vel söguna.
Nei, þú ert ekki alveg viskrinna. Jú. Þetta er alveg topp drengur. Varst eitt spurningamerki fram á þegar... Nei, ég var að hugsa bjórin sem þú skulda mér. Þá koma blikar. En FH tekur þetta og það er Viktor Helgi með sendingu þarna á Gísla, en Gísli er eitthvað að gaufa þarna og nær þess ekki og biður afsökunar eða er óhanað með sendinguna, ég veit ekki hvort þetta var. Þetta allavega endar í lúkunum Aroni Snæ Friðriksssyni, markverðið blika. Þá kemur Óskar Jónsson. Skemmtilega gert hjá Óskari hérna og hann með fyrirgjöfuna, en þetta er bara í Garðar. Beint á Garðar Benediktsson. Og þá kemur Baldur Búi. Já, vel gert, góð yfirferð á honum. Ekki langt að segja það. Og þá kemur sending hérna upp, en þetta er... Það var nú ekki mikil yfirferð samt á pappa hans þarna undir lokin. Nei, en hann meir í miðjurhringnum. Hann átti þennan hring þarna sem við sjáum í miðjunni og hann var samt bestur. Hann var bestur, hann var Íslandsmeistari og hann fekk þetta skemmtilega nafn Svifnökkvin. Já, það verður að halda því svolítið á floti, menn svolítið Svifnökkvin svolítið verið að deyja, sko. Það þarf að halda því á lífi, sko. Þetta munaði ekki miklu. En blikarnir náðu þessu frá og koma svo mikið lengra og það er Baldur. Svona meira bit og meiri ógn í aðgerðum F-fáinga núna. Núna og hlýtur aukaspyrna þarna. Þetta er ekkert annað en aukaspyrna. Þú talar það hérna að Svifnökkvin sé svona deyjandi orð. Já, svona deyjandi, svona alltaf nickname á Heimi. Við þurfum að halda því uppi. Það er eitt sem hætti langt á undan Heimi Guðbrandsssyni. Kristinn Guðbrandsson, leikmaður Keflavíkur. Hann er ennþá kallaður Malagiti. Já, hann var alltaf góður á möl. Hann var alltaf bestur á möl. Hann var alltaf upp á réttum tíma, hann var mjög vont fyrir að vera uppi núna. Já, hann væri bara ekkert í fótbolta. Heldur með Arsenal, það segir nú hýmslegt. Það kemur hérna sending. Aukaspyrna, Garðar í skallan. Mattias. Og þá kemur Tor André. Og bara Garðar tekur þetta velgert hjá Garðari. Hvað er Garðar að gera þarna? Hann hefur náttúrulega að gera betur. Sendi bara fram hjá Baldri. Það gerir vel þarna þegar vinna boltan aftur. Þetta heldur áfram eftir, það eru Örvar. Og þetta er vel gert hjá Arnóri Brynjarsinni fyrirliða. En FH heldur sókninni áfram. Þeir að setja góða press á blikana núna. Mjög flott pressa, Baldur Búi á Þórðarsson. Hann með sendingu hérna á Gretar, en á loksins koma blikar þessu frá. Já, það er allt annað líf í FH-liðinu núna eftir að þeir skoru þetta mark, en þeir þurfa að skora fleiri. Þeir þurfa að skora allavega 4 í viðbót. Þeir ætla að vinna leikinn. Elvar, eru fleiri leikir í dag á vegum Knattspyrnusambands Íslands? Það er mikið verið að leika í dag í svona þessum neðri deildum. Það eru leikir í 4. deild karla og 1. deild kvenna og svo er einn leikur í Pepsi deild kvenna. Það er á Selfossi, viðureign Selfoss og Vals. Og sjálfsögðu kíkjum að á hvað staðan er þar. Þar er staðan 1-1, hvorki meira en minna. Beint textalýsing í gangi á fótbolta.net. Það var Guðmunda Brynja Óladóttir sem skoraði á 16. mínútu úr vítaspyrnu. Svo fekk Valur víti og þá skoraði Mist Edvardsdóttir og jafnaði. Sá leikur hófst klukkan 18:30, þannig að það er kominn hálfleikur í þeim leik. Hér er hins vegar í gangi 64. mínúta og Skimmeland er með boltan, blikar í sókninni. Þetta hefði verið efnilegt, en FH-ingarnir komast fyrir þetta og þá komast þeir hérna upp. Það er Gretar Snær með sendingu hérna á Atlu Gísla Þorgeir. Og blikarnir koma þessu frá og það er FH sem á innkastig. Er bikarúrslitaleikur helgina þá? Er það ekki? Hvenna? Nei. Hann er þarnæstu helgi. Þarnæstu helgi, jú. Já.
Stjarnan Selfoss. Það var stórleikur í Pepsi-deild kvenna á föstudaginn eins og við komum inn á áðan. Við verum þar. Þetta markspyrna. Það eru leikir líka náttúrulega aðri leikir gangi í öðrum flokki karla og þið eru þá vitið eitthvað tölur úr þeim leikjum, þá er bara að gera að henda á okkur á Twitter að Elvar Geir, ef þið eru með tölur úr öðrum leikjum sem eru í gangi í A-deild annars flokks karla. Að gera koma því að hérna. En sjáum hérna. Kemur Breki og hann fær hér aukaspyrnu Breki. Breki er búinn að vera fínn í þessum leik. Já, hann er svona erfiður viðreiknaðar. Já, og hérna er góður með boltan góður með boltan, leggur sig fram og er alltaf í einhverju. Þegar eitthvað að vera, þá er hann þar. Nákvæmlega, alltaf svona líklegur til að valda usla og hann gerði það þarna svo sannarlega og vinnur hérna aukaspyrnu. Þessi lota sem að F-fáingar áttu hérna að reyna að koma inn öðru markinu, hún er á enda. Nú er bara spurningi hvort þið nái annari þannig lotu á eftir. Standa þarna Ólafur Hrafn Kjartansson og Andri Snær Kristmannsson við boltan. Líklega Andri sem gerir sig, það er Andri sem tekur þetta. Herðu. Hann ætlar að reyna eitt annan lúskan í nærhornið. Nærhornið en Hörður Ingi sá við því en vegna þess að þetta var alveg vel gert hjá hann því að hornið var alveg opið og frítt. En Höttilöpp, hann bjargaði þessu. Höttilöpp, fyrrverandi starfskynningamaður á fótbolti.net. Það er hotspilda sem að Blikar eiga hér. Við viljum fleiri mörk í þetta. Og hér fáum við mark. Nei, við fáum ekki mark. Það var næstu í sjálfsmark. Þetta munaði engu en hann Óskar Sigþórsson var réttum maður á réttum stað. Var ekki Þórður Þórðarsson sem var nálægt í að skora sjálfsmark? Það var Þórður sjálfur. Og sjáum þetta aftur. Stálhefnir. Sjáum hérna F-fáingarna með boltan á miðjum vellinum. Þeir þurfa að fara að ná inn öðru marki sem fyrst til að eiga einhverja von. En hérna er engin rangstað, hér er allt galopið. Nei! Naumlega framhjá. Og hann meiddi sig, hann fór á stöngina. Já, var ekki Arnór Gauti sem að fór hérna í... Þetta hefur ekki verið gott, Karl Greið. Vel gert hjá Tór Andri Skimmiland. Já, þeir sáu þarna við rangstöðu gildrunni hjá F-fáingum og allt var galopið. Þeir eru búin að vera ansi nálagt því að koma inn öðru marki. F-fáingarnir. Þeir beint á stöngina, Strák Greið og... Skulum vona það að hann getur nú haldið leik áfram. Þetta er Arnór. Búin að vera viðriðinn aðaliðið hjá Blikum í sumar. Arnór Gauti. Hann þarf hérna að fá aðreiningu. Það er Páll Einarsson sem að sér þetta allt saman. Hann er nú bara vopnaður einu vassbrúsa, það er ekki mikið meira en það. Páll er af þessari kynslóð eins og ég, þar sem að vatnið þótti bara töfratæki. Það er bara kæling og... Pappinn þekki það nú mjög vel, Magnús Einarsson, stórþjálfari. Kæli spreyið góða, það hefur oft gert kraftaverk líka. Já, vatnið bara, ég held að pappinn hefði sagt það er bara nóg að taka vatnið inn á og hella því, þá var þetta komið. Segja nokkur orðið í eyru. En þetta er nú aðeins meira en það held ég, en við skulum bara vona það að... Þetta var ansi óþægilegt. Að Arnór Gauti Ragnarsson, þetta er komið hérna og það er skot og... Mark! Þeir eru komnir í 5-1! Já, takk fyrir og það er fyrirliðinn.
Arnór Brynjarsson sem gerir það hérna eftir hornspyrnu á 70. mínútu. Sjáum það að markvörður FH náði ekki að halda boltanum og hann var eins og gammur þarna. Arnór Brynjarsson kom boltanum í netið og staðan orðin 5-1. Þetta mark hefur eiginlega bara legið í loftinu síðustu mínútur. Tæklaði boltan bara þarna inn Arnór Brynjarsson. Breiðablik 5, FH 1. Og mér sýnist Arnór Gauti bara vera litla hérna og koma inn á, en FH-ingar í vonlausri stöðu núna eru líka að huga breytingu. Ég sé að leikmaður númer 3 Dagur Harðarson er að gera sig klára. Hvort að hann breyti einhverju, það veit ég ekki, kemur í ljós vonandi fyrir FH. Heldur betur 5 mörk frá Blikum, Ólafur Hrafn Gjartansson, Jón Tómas Rúnarsson, Thor Andri Skimmeland, Sölvi Pálsson og Arnór Brynjarsson með mörkin. Baldur Búi Heimusson minnkaði muninn fyrir FH-inga hérna áðan, en það mark er að duga ansi skammt í þessum leik hérna í kvöld. Og þá kemur skipting hjá FH-ingum. Leikmaður númer 3 er að koma inn á Dagur Harðarson á 71. mínútu. FH gerir hér aðra breytingu, út að kemur leikmaður númer 13, Gísli Þorgeir Kristjánsson, og inn á kemur leikmaður númer 3, Dagur Harðarson. Það er Gísli Þorgeir sem að kveður að sinni. Gísli Þorgeir afar efnilegur leikmaður, fæddur 1999, þannig að hann er enn löggildur með 3. flokki. Efnilegur drengur á ekki langt að sækja hæfileikana eins og við búum að koma margoft fram hérna hjá okkur. Að gera koma þið aftur fram, Mæjar, hvaðan koma hæfileikanir? Kristján Arason, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Það held ég. Komum við sér, þetta var ekki alveg nægilega nákvæm spilna þarna. En þetta er, við getum alveg farið að bara millifæra 3 stig á Breiðablik núna. Það er alveg klárt mál, þetta er ekkert að fara... Nei. Þeir eru aldrei að fara að missa þetta úr höndunum. Var svona smá hætta kannski eftir að FH skoraði 4-1 og hótuðu aðeins þarna rétt eftir það. Þrátt fyrir að staðan sé 4-1 sko, en það kom kapli hjá þeim, ágætis kapli í nokkra mínútur. Hann er búinn. En þetta er bara búið að vera þannig að Blikar hafa bara verið miklu betra liðið í þessum fótboltaleikinn í kvöld. Og þessi staða sem er á töflunni hérna til hliðar, hún er bara virkilega sanngjörn. Og þá kemur Breki og hann reynir skotið, en þetta og Gunnar Óli þarna, en Blikarnir halda boltanum. Skimmeland hérna. Skimmeland. Þetta var bara... Þetta er markið! Nei! Og hvað er að gera það í leik Björk á línu, FH-ingar? Ævintýraleg björgun. Þetta var alveg, og var ekki bara Þórður aftur félagi okkar? Þetta var alveg magnað að sjá þetta. Mér sýndist að vera bara Óskar sem að náða að verja þetta hana. Óskar byrjaði að verja, svo fór þetta í FH-ing. Má segja klúður hjá Blikum líka. Munaði litlu að Blikar næði þarna inn 7. markinu. Við erum búin að fá, eða 7. marki sínu, við erum búin að fá 6 mörk í hérna fótboltaleik. Það getur verið bara talsvert fleiri miðað við færin sem við höfum fengið. Ég getur verið 9-10. Algjörlega. Og þá koma þeir, það er... Garðar. Þeir ánægðu líka með Blikana, þrátt fyrir að þeir séu búin að vera með þennan leik algjörlega í sínum höndum. Þá vilja þeir meira, þeir vilja skora fleiri mörk, halda áfram að sækja og eru ekkert að leggjast eitthvað í skotgrafirnar. Og það er fótbolti sem við fílum og það er heldur betur að skila sig núna því að þeir eru búin að vera gjörsamlega frábærir hérna Blikarnir. Algjörlega og hafa átt svör við öllum leik FH-inga hér í dag sem að vera nú bara að segja þess að er ekki upp á marga fiska, svo við notum það orð. Og það verður gaman að vita hvað félagar segja við okkur eftir. Unnar og Yngvar. Þá koma Blikar. Ólafur Hrafn. Nei, þetta fer. Það er bara Hörður Ingi Gunnarsson sem að Við fögnum því allavega að Arnór Gauti Ragnarsson
Þetta var ekkert alvarlegt þegar hann lenti þarna illa á stönginu áðan. Hann ennþá meðalvor inn á vellinum. Já. En eins og ég segi, sem betur fyrir búið að breyta þessum mörkum. Þetta ekki eins og þetta var í gamla daga. Alltaf verið hrifinn af þarna, það er rángstæða hér, ég hef alltaf verið hrifinn af Kópavogsvelli, þar sem það þarna náttúrulega frábær aðstæða fyrir helgarpabba að mæta og horfa á fótboltaleiki og að viti myndatökumaður getur beint sjónum sínum að aðstöðunni fyrir helgarpabbana sem hérna beint á mótunum. Það eru hérna leiktæki sem þarna geta menn bara verið og horft á leikinn meðan litlu krakkarnir eru bara að leika sér í rólum og rennibraut og slíkt, sko. Já, og getur shoppað hérna líka, þannig. Já, nákvæmlega. Hægt að henda krakkanum í sjoppuna með 500 kall og þannig bara hægt að eiga góðan dag, sko. Besti helgarpabba völlur landsins, það Kópavogsvöllur. Tala um að það væri tvenna, sko. Já. Pepsi kvenna og kalla. Topp dagur. Þessi bolti þarna bara í bakið á Viktor Helga. Þórður hætti baráttur og það var aðeins léttari heldur en Arnór Gauti en þá var að koma skipting hérna hjá Breiðablik. Inn var að koma leikmaður númer 17 Marteinn Már Antonsson og út af fer leikmaður númer 10 Gísli Martin Sigursson. Við fáum ekki okkar mann inn á, Þór Willumsson. Er það ekki? Ég veit ekki. Þú ert búinn að gefa upp alla von á því? Nei, við fáum hann kannski. Nokkra mínútur eftir. Við erum ekki að fá hann. Ég ætla að veiða við þig. Fá annan bjór. Við erum ekki að fá hann. Þá kemur Matthías. Sendingu Arnór. Hvað gerir Arnór? Sendi fyrir. Hvernig fórstu að því að skora ekki þarna? Elsku besti Jón Thor Andri Skemiland. Það fyrir akkurat svona sem menn eru teknir út af. Og það leikmaður nummer 56 að koma inn á Brynjar Óli Bjarnason. Elvar stórskuldugur hérna. Þetta fær Arnór Gauti Ragnarsson, smá hvíld. Arnór Gauti búinn að vera gríðarlega duglegur og vinnusamur í þessu Breiðabliksliði í kvöld. Og fer út af góðu leikur í honum, meiddi sig auðvitað þegar hann fór á stöngina og er þjáður. En við bara bestu kveður til hans og já, það blæður úr svo allt maður. Já. En hann er komin undir góðar hendur. 78. mínúta í gangi. Blikar að rúlla hérna yfir F-fáinga í þessum toppslag A-deildar annarflokks karla sem við erum búin að vera að fylgjast með. Ekki alveg nægilega góð sending hérna hjá Óskari. Það er önnur skipting. Jón Veigar Kristjánsson er að koma hérna vettvangi á vettvang. Það er Breki Bergason, okkar maður. Hann er tekinn út af. Búinn að standa sig gríðarlega vel Breki. Það var hann klapp úr stúkunni og það er 5 frá Palla og allt, sko. Þór Andri. Já, má ekki við marknum þarna og Baldur Búi, Þórður. Þeir eru bara líklegri Blikar finnst mér til að skora 7. markið heldur en F-fáingar að skora sitt annað, sko.
Hann bara staðan í þessum fótboltaleik. Þetta aukaspyrna þarna. Já, þetta aukaspyrna allan tímann og það skipting. Þá kemur Willum inn á. Já, og ég var að vinna hérna, einhverja 2 kassa af bjór frá maðurnum. Tór Andrés Skimmeland tekinn af velli, hann að skora hérna áðan, skoraði 3. markið hjá Blikunum. Þeir voru 3-0 yfir í hálfleik, komist í 4-0 eftir 10 sekúndur í seinna hálfleik. F náði að minnka muninn, komist ekki lengra en það. Blikar komið síðan í 5-1 og svo staðan og nú bara að vera að leyfa öllum að spila, leyfa öllum að vera með, enda sigurinn Tryggður löngu komin í hús. 3 stig mætt í Kópavoginn, toppsætið Breiðabliks, konum með 28 stig. Kemur Þórður, sendingu hérna fyrir. Þetta var ekki svo fjara lagi en hann var Jón Tómas Rúnarsson var þarna fyrir til á Viktor. Þá kemur Dagur Harðarsson og Gunnar Óli og Þórður. Já, yfir á Gunnar Óla. Hvað gerir Gunnar Óli Björgvinsson? Hann gefur hérna inn í teginn og það kemur Viktor og skallar á Gunnar Óla aftur. Og þá er það Þórður. Kloppi, aukaspyrna. Minnum á það að þegar þessum leik lýkur, þá lýkur samt ekki útsendingunni því að Majerinn ætlar að fara hérna niður í lyftunni og taka viðtöl. Mikill vinur lyftunar hérna á Kópavogsvelli. Ég hef nú afrekað það. Ég var einu sinni í lyftunni þegar Valtý Björn var að leiða inn í viðtöl fyrir Stöðvar Sport og lyftan festist. Já, ég hef líka verið í einu fest. Ég fer ekki í þessa lyftu. Valtý Björn reyndi að lemja þá hérna í lyftuna. Þá bara í beinni útsendingu var ekkert að ná niður í viðtöl. Það var ævintýralegt moment. Þannig að í lyftinu voru einnig einhverjir Blikar, Damir Múmínovits þar á meðal og hann átti erfitt með að halda andliti, sprakk og hlátri hann. Það var mikil stemming. Þannig að Majerinn ætlar í þá lyftu hérna eftir. Nei. Ég labba frekar. Síðan að meðlimir hérna úr stuðningsmannasveitinni Græna Pandan, stuðningsmannasveit Blika eru hérna. Þeir eru þetta lítið að láta í sér heyra núna. Eyða sinni orku frekar í meistaraflokkinn í Pepsi-deildinni. Þessum að þessi 2 lið eru náttúrulega eru í virkri baráttu Íslandsmeistaratitilinn. Já, hún eiga flott sísón, þessi 2 félög. Menn þegar farnir að spá því að fá ekkert stöðvað F-fáingar núna í þeirri baráttu. En Blikar búin að vera miklu betri hérna í þessum annarflokksleik. Hérna vantarlega fyrsta gula spjaldið og það fer á Arnar Helga Magnússon. Fyrsta gula spjaldið á 83. mínúti. Ég hef nú að hrósa Kristni Friðrik Hrafnssyni. Þetta er nú bara auðveldur leikur að dæma. Já, en hann varla búin að stíga feilspor. Íringurinn með flautuna. Íringurinn með flautuna og... Ég er nú ekkert vanur því að hrósa íringum upp úr þurru. Og ekki gleyma aðstofamönnum hans sem hafa gert allt rétt hérna í kvöld og það bara ber að fagna því þegar dómari gerir vel og rétt því að við erum ekki alltaf að sjá það og erum við ennþá grenjandi hérna upp í Breiðholti út af þessu víti sem var alveg pjúra víti. Já, sjálfsögðu. Hann pjúra víti, einmitt. Ég stend með víti. Hvað er þetta hefnaði núna á lyftuskótunum? Ég stið Þórótt vinn minn. Hjaltalínan? Já, Hjaltalínan er topp maður en hann var í tómu tjóni þarna. Já, nei, ég er nú bara að grínast í þessu sko, þetta er nú búið að gert en hérna við viljum sjá dómgæslu, við viljum sjá dómara sem eru jafngóðir og deildin er. Já. Náður þessu? Já, ég bara kvitta undir allt sem þú segir. Þú varst nú dómar á sínu tíma, það var í handbolta ekki? Jú, ég var mjög góður. Já. Efstu deild. Hvað hétt þetta, Nissan-deildin? Nissan-deildin í handbolta á sínu tíma. Viti, tökum að það gaf eitthvað svip hann að það verið mjög góður. Það þykist vita allt handbolta. Við taka bara fram, hann er frá Hellu. Þú veist, veitir hvernig fólk er það? Sjáum við það, Blikar búin að vera að leika á allsoddi
í þessum leik hérna í kvöld á Kópavogsvelli. Þá kemur aukaspyrnan. Þetta fer í vegginn og Baldur og komaði fangar. Það Gunnar Óli. Já. Það var ekki alveg sáttur við þennan dóm, Ólafur Hrafn. Kristinn, hann fær 10 af 10 mögulegum stigum, dómari leiksins. Það alltaf nokkuð ljóst ef við værum að fara að gefa einhvern hérna í kvöld, þá eru Blikarnir að fara að fá mun hærri meðalengun heldur en F-fóingarnir. Hún að vera bara svo miklu betri. Það nú bara þannig. Fítbolti og þetta fer, já, vel gert hjá Aroni Snæ Friðriksinni. Markverði Breiðabliks. Stór og stæðilegu markmaður sem að Blikarnir hafa þar. Já. Blikar alltaf verið með góða markmenn, eru nú með Gunnleif Gunnlaugsson núna í rammanum í meistaraflokki. Fertugur og hann ekkert að fara að hætta. Nei, var að skrifa undir nýjan samning hérna bara. Einn af okkar allra bestu markvörðum í efstu deild í dag. Og ég hef mikinn áhuga á markvörðum og að mínu viti mikilvægasta staða vallarins. En það ekki allir sammála mér það. Ég náði einu svona alltaf að reyta vin minn Eyjólf Tómasson til mikilla reiði þegar ég held í fram að markmannsstaðan var gríðarlega ofmetin. Það var samt bara til að eiginlega ná honum upp í reiðina og ég náði því. Það mjög viðkvæmt að segja þetta við markverði, þannig að ég ætla að láta þig alveg vera, Mær. Ég svo langt sem ég hætti, þannig ég nú eiginlega svona... Þú búinn að skrá þig úr markmannsfélagi? Já, ég ekki lengur. Það reyndar nú þannig að það nú sumir sem kalla mig Tommy Senga ennþá dag í dag, sko. Ég nú bara ánægður með það, sko. Það svona, markaskorinn hefur dreifst hjá Blikum og hægt að hrósa mörgum af þeirra leikmönnum, en kannski, já, einn af þeirra betri mönnum alltaf í kvöld, svona Jón Tómas Rúnarsson í vörninni sem nær hérna að skora þetta mark, skora 2-0 með skalla eftir hornspyrnu og búinn að vera bara afar traustur í sínum aðgerðum í vörninni. Elvar, ég ætla að kveðja að sinni, ég ætla að fara niður og... Þú ætlar að fara niður í lyftunni og vera tilbúið með viðtöl bara leið og blási verður af. Þannig að ég mun bara... Það áleit mann að þú kláraði þetta? Ég kláraði þetta, fer létt með það. Það eru Blikarnir með allt í öruggum höndum. Það er bara að vera að bíða til því að þessi leikur klárist. Það er nú bara ekki flóknara en það. Hér kemur hættuleg sending. Á síðustu stundu mætir hérna Óskar Sigþórsson, nær hérna handsama knöttinn. Viktor Helgi Benediktsson hérna með langa sendingu, reyndi að finna Örvar Eggerts, gekk ekki. Allt í öruggum höndum hjá Blikunum. Jón Veigar Kristjánsson hérna sem kom inn á Breiðabliki hérna í smá eltingaleik. Fremstu víglínu hérna Grétar Snær Gunnarsson. Og þetta nú skemmtilega gert hérna hjá Viktori Helga og hann kemur boltanum út til hægri. Þar Hörður Ingi Gunnarsson mættur, reyndi hérna fyrirgjöfuna, fær annað tækifæri. Hafði heppnina með sér. Og þetta síðan skallað frá, þá það Baldur Búi Heimisson sem skoraði eina mark F-fáinga. Hann með þessa sendingu þarna ætlaða Viktori Helga, en hún rataði ekki í rétta leið. 89. mínúta. Blikar eru að fara hérna upp í 28 stig eftir þennan sigur. F-fáingar með 25 stig. Blikar eru einnig að bæta markatölu sína talsvert.
stýra þennan leik voru F-fáingar einu marki yfir Blika í markatölu. Þetta aukaspyrna og ekkert annað, hárrétt dómgæsla. Brotið þarna á Gunnari Óla Björgvinsinni. Það gult spjald á loft. Óskar Jónsson sem fekk að líta það. Annað gula spjaldið í þessum leik. Óskar leikur þarna eftir en það aðstoð frá Arnóri Brynjarssoni til að standa upp. Gunnar Óli Björgvinsson sem að fara að taka hérna þessa aukaspyrnu fyrir F-fáinga með þessa sendingu og þetta skalli en hann fer yfir markið. Við erum komin hérna í uppbótartíma. Var Garðar Benediktsson fyrirliði F-fáinga sem átti þannig að skalla þarna yfir markið. Breiðablik 5, FH 1 staðan. Ólafur Hrafn Kjartansson, Jón Tómas Rúnarsson, Thor André Skimmeland, Sölvi Pálsson og Arnór Brynjarsson með mörkin fyrir Blika. Baldur Búi Heimisson með eina mark F-fáinga í þessum leik og þessar tölur gefa einfallega bara rétta mynd af leiknum. Blikar búin að eiga bara gjörsamlega tögl og haldir. Tíminn hér að renna út en Tómas Mæjer, hann á leiðinni niður í viðtöl. Við fáum hérna viðtöl strax eftir þennan leik. Hann ætlar að grípa menn í spjall. Mæjerinn í lyftunni, við vonum að hann hafi nú ekki fest sig. Við sjáum ekki hvort að Mæjer sé mættur hérna niður. Gæti verið að lyftan hafi stoppað á leiðinni. Hún á það til hérna í Kópavoginum. F-fáingar hér í sókninni. Reyna kannski að ná inn einu sárabóta marki. Markatælan gæti nú svo sannarlega skipt sköpum en hérna allt galopið og eru þeir að fara frábært samspil og þetta enda með markið. Þeir bara innsigla þetta en það búið að flagga rangstöðu. Já, þarna munaði litlu. Allt á hreinu dómararnir Jón Veigar Kristjánsson sem náði þarna að koma boltanum í neti, kom inn á sem varamaður en hann var fyrir innan. Var þarna náði ekki alveg að gera sér mat úr þessu. Kristinn Friðrik Hrafnsson, dómari, hann svona farin að líta á klukku sína, búa sig undir það að fara að flauta þennan leik af. Þórður Þórðarsson sem kom inn á sem varamaður hérna í hálfleiknum. Hann á Gunnar Óla Björgvinsson og svo hérna Grétar Snær Gunnarsson í baráttunni en þetta gengur ekki upp og svo kemur langur bolti þarna og eltingaleikur. Og þetta mistök hérna, eru Blikarnir að fara að koma inn öðru marki? Nei, gekk ekki. Og þá held ég að, hér kemur loka flautið, ég skal segja ykkur það. Frábærir Blikar sem við fengum að sjá hérna í beinni útsendingu í kvöld. Breiðablik vinnur 5-1 sigur gegn FH í toppslag annað flokks A-deildar og sé það að Mæjerinn mættur þarna niður og hann ætlar að bjóða okkur upp á viðtöl, ræða við mann og annan þennan leik. Blikar skoruðu eftir 50 sekúndna leik, skoruðu þeir fyrsta markið, bættu síðan við 2 fyrir hálfleik, komust í 4-0 þegar aðeins 10 sekúndur voru liðnar af seinni hálfleiknum. FH náði að minnka muninn en Blikar miklu betri
og það vita FH-ingar bara að hrista hausinn hérna þegar þeir ganga að velli, náðu alls ekki að sýna sínar bestu hliðar í þessum leik. En